Þingmenn stjórnarandstöðu gengu af þingfundi síðdegis eftir að hafa ítrekað krafist þess að loka umræðum fjáraukalög yrði frestað. Mikilvæg gögn sem kosti þjóðina milljarða króna vanti enn. Atkvæðagreiðsla verður í fyrramálið. Upphaflega átti önnur umræðum fjáraukalega frumvarpið að fara fram í dag en nú var komið að lokaumræðum. Þingmenn deildu hart á hraðan við afgreiðslu málsins. Málið væri vanbúið en vantaði mikilvægu gögn eins og skýrslu Ríkisendurskoðunar forsendur Vaðlaheiðarganga. Nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefnd hafi fengið skýrslu sölu Byrs og SPKF í morgun sem trúnaðarmál og engin tími hafi gefist til að kynna sér málið. Og þess vegna mun þingflokkur Sjálfstæðisflokksins ekki heldur taka þátt í umræðum eða afgreiðslu fjáraukalagafrumvarpsins og ég lýsi allri ábyrgð á því frumvarpi og þeim tilvonandi lögum á herðar hæstvirtrar ríkisstjórnar. Þingmenn Framsóknarflokks sem hér eru sammála það og samstíga stjórnarandstöðunni að það ekki hægt að taka þátt í þessu rugli lengur. Ríkisstjórnin verður að axla ábyrgð á þessu rugli. Það beðið eftir skýrslum frá Ríkisendurskoðanda en það liggur svo mikið á að það má ekki bíða eftir þeirri skýrslu og lesa hana áður en að afgreiða fjárlögin og þó að ræða skýrslu atriði sem akkúrat á að fara að greiða atkvæði í fyrramáli. Og ég spyr hvaða viðburður það sem, eða frestur, eða lögregla, eða hvað það sem veldur því að hér þarf að standa uppi með þessi fjáraukalög núna á morgun væntanlega. Og áður en þriðja umræða hófst gengu þingmenn stjórnarandstöðu úr þingsal, sögðu það ekki þjóna neinum tilgangi að taka þátt í henni. Afstaða þingmanna kom fjármálaráðherra í opna skjöldu. Hann segir fulltrúa ráðuneytisins ítrekað hafa komið á fundi fjárlaganefndar og svarað spurningum. Og ekkert verði undirritað vegna Vaðlaheiðarganga fyrir en málið hefur verið kynnt fyrir fjárlaganefnd. Þannig að sjálfsögðu stendur ekki til og hefur aldrei staðið til að ljúka þessum málum nema allar forsendur málsins séu uppfylltar og það gildir almennt beitingu þessara heimildar ákvæða. Þannig að rétt í lokin þú ert undrandi á viðbrögðum þingmanna hér í dag? Já, en svo sem ekki maður að verða ýmsu vanur hér og þau skynja maður að það er mikil taugaveiklun í gangi í herbúðum sjálfstæðismanna og sjálfsagt það tengt helginni sem framundan er.